Góðan dag, kæra sveitarstjórn, áhorfendur og starfsmenn og velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar númer 273 og segi ég fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn, sú sem hér stendur Guðveig Eyglóardóttir, Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónudóttir, Eðvarð Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarni Láradóttir Bjarnadóttir er rétt á komin. Fundargerðritar Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu og starfsmaður fundarins jafnframt Stefán Broddi Guðjónsson, sveitarstjóri. Forseti óskar eftir að bæta einu máli á dagskrá frá auglýstri dagskrá og þar ber heitið óhreinindi í vatni úr Grábrókarveitu með málsnúmeri 2601-089 og máli kæmi þá undir lið 20 á fundadagskrá og ég bið það funda með sem samþykkja það að gefa merki. Og það er samhljótt samhljóða, þá er ekkert að vanbúnaði annað en að ganga til dagskrá og venju samkvæmt þá er skýrsla sveitarstjóra hér fyrst og ég bið Stefán Brodda Guðjónsson að gjöra svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, kæru íbúar Borgarbyggðar og aðrir áhorfendur, gleðilegt ár öllsömul. Nú áramótin, eða kannski öll heldur í gær, eða gerst í smá skrefum síðustu daga að tekin var í notkun nýbygging grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum. Það var gríðarlega ánægjulegt að fá að taka þátt í því svona formlegri afhendingu í gær frá verktakanum ásamt starfsfólki skólans, sveitarstjórnarfólki og starfsfólki sveitarfélagsins og framundan er opið hús þar sem að öllum verður sjálfsögðu boðið að sjá þessa fallegu byggingu. En auðvitað tímabær fjárfesting og fjárfesting sem ég held að bæti verulega búsetu skilyrði fyrir íbúa Borgarbyggðar og fyrst og fremst fjölskyldufólk í uppsettum Borgarfjarðar. Og ég held ég hef nefnt það í gær að ég held að við munum horfa tilbaka, eða mín einlega von er svo, og ég held að ég verði sannspár í því, að við munum horfa tilbaka og segja að þetta hafi verið stærra skref en bara sér svo að hér hafi verið opnuð nýbygging eins og það er nú stórt skref fyrir sveitarfélagið og skólastarfið, heldur markið einhver leyti, nú vil ég ekki segja að snúa vörn í sókn endilega, því mér finnst þau vera í sókn, en styrkja okkur verulega í þeirri þróun sem ég tel að sé framundan að nýr íbúar flytji í sveitarfélagið, fólk festir sig í sessi sem er nú þegar býr hérna og sérstaklega fjölskyldufólk flytji í dreifbýlið hér í Borgarbyggð. Og mér finnst það mikil og sterk skilaboð frá okkur sveitarfélaginu og hefur góður samhljómur það að stefna að uppbyggingu grunnskóla hússins á Kleppjárnsreykjum og þannig laða fólk inn í dreifbýlið í Borgarbyggð. Ég held að, og ég vona að við börum bara að njóta þess og geta gert það einhvern tímann í framtíðinni að byggja aðra hæð ofan á húsi sem að hægt er að, en húsið er nú hannað þannig að hægt er að stækka með þeim hætti. En allavega, bara til hamingju með áfangan og sveitarstjórnarfólk auðvitað sem hér er, íbúar og fyrst og fremst börn og starfsfólk grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum og leið þau sem eru að hlusta þá þakka ég þeim alveg sérstaklega fyrir þolinmæðina, umburðarlyndið og jafnaðargeðið í gegnum þennan uppbyggingarfasa. Það hafi svo sannlega reynt á skólastarfið og hún Helga Jensen haldi vel utan sitt fólk í því ferli öllu saman. Nú það er ekki einungis á Kleppjárnsreykjum sem að urðu ákveðin tímamót og ákveðin stækkun í húsnæðismálum skóla því að nú áramótin, eða rétt eftir áramótin, þegar börnin svona flest hver komu í leikskólan Klettaborg, þá var leið opnuð stækkun leikskólans Klettaborgar. Auðvitað ekki stækkun sem hugsuð til margra ára, heldur ekki það húsnæði, en svona skammtíma húsnæði sem að stækkar og bætir verulega stöðuna og styrkir okkur og auðveldur okkur í þeim uppbyggingarfasa sem er í leikskólum hér í Borgarnesi. Og bætir talsvert aðstæður barna og starfsfólks og bara til hamingju með þennan áfanga líka og
og mér finnst líka gaman að því hvernig þetta verkefni hefur unnist, bara sérstaklega að nefna það, þetta hefur unnist hratt og vel frá hugmynd að þeim veruleika að opna. Nú, það eru tilbúin útboðsgögn vegna stækkunar Ugglukletts og hér á eftir verður lagt til við sveitarstjórn að láta fara fram útboð á grundvelli þeirra. Þannig að við erum í startholunum og að fenginni staðfestingu sveitarstjórnar sem að vonandi fæst hér á eftir að setja útboðið á stað þess vegna bara á morgun. Þannig að aftur það eru mikil tímamót og svona næsta stór verkefni sveitarfélagsins og ég tel að við séum bara í svona góðum farvegi og við séum að hefja þetta verkefni á dálítið góðum tíma og reyndar hefur bara verið nokkuð farsæl varðandi þau verkefni sem við verið að vinna. Nú, það eru verulegar umbætur í gangi í íþróttahúsinu í Borgarnesi, umbætur á karlakleifunum með þessunni, það tókst vel til með kvennakleifana í fyrra, hitt í fyrra, nú komið 2026, já. Og mér virðist sem svo að vinnan gangi bara vel með það rými sem er til staðar og þetta rými einhvern veginn er að nýtast þannig að það er eins og það stækki rýmið og aðstæðan verður öll miklu meira aðlaðandi og vonandi verður þeim, að ég er svona vonað þeim framkvæmdum verði lokið í apríl. Nú, annað sem snertir sundlaugina í Borgarnesi og ánægju sundlauga gesta er að við erum tilbúin að leggja á stað í vinnu við endurnýjan og rennibraut sundlaugarinnar. Við erum búin að fara í gegnum það undirbúningsferlið og þannig að við getum farið að leita tilboða í endurnýjun á rennibrautinni og það er allt kapp lagt á það að ljúka þeirri vinnu fyrir sumarið, eðli máls samkvæmt. Og leita tilboðum í verkið fer væntanlega af stað bara fljótlega eftir fund í dag. Nú, þá í gangi viðræður, þá verið að ganga frá samningum við ráðgjafa vegna gatnahönnunar við Bröttugötu. Sú gata er næst í röðin í endurnýjun gatna hér í sveitarfélaginu og það er þetta gert í samstarfi við veitufyrirtæki og Borgarbyggð ber alltaf ákveðið hlutfall og veitufyrirtæki ákveðið hlutfall af þessari framkvæmdum af þessum toga, algjör endurnýjun á götunni sem er framundan. Og það var lagt fyrir byggðaráð hér fyrir áramótin að útfæra snjóbræðslukerfi í götuna og allir sem þekkja Bröttugötu held ég að skilji og skynji það að það var vel tekið í þá hugmynd og markmiðið er að hefja þessa vinnu í sumar og vonandi verður og það er hugsunin að hafa snjóbræðslukerfi í götunni. Nú framundan á morgun er fundur með þingmönnum, fundur þessa hóps hér, sveitarstjórnarfólks úr Borgarbyggð með þingmönnum Norðvesturkjördæmis. Það verður sjátt margt rætt á fundinum en megið umræðuefnið er staða þeirra fjölda flóttamanna sem býr á Bifröst og með kannski, að hluta til með tilliti til þeirra kostnaði fjárhagsaðstoð sem að sveitarfélagið ber. Og þetta markmiðið að treysta enn frekar og fá enn sterkara liðsinni þingmanna í lausn málsins og mæta þeim þannig að ríkið mæti þeim kostnaði sem að sveitarfélagið er að verða fyrir vegna fjárhagsaðstoðar og auðvitað að hjálpa okkur að vinna að framtíðarlausn fyrir Bifröst og svæðið á Bifröst. Nú mál auðvitað hefur verið töluvert til umræðu á landsvísu og ég met mikið stuðning og skilning sem til dæmis við höfum að fá bara í umræðu í fjölmiðlum, til dæmis frá umboðsmanni barna núna síðast, þar sem held ég sé góður skilningur að þetta ekki aðstæður sem við bjóðum börnum upp á til langframa að búa svo fjarri þjónustu. Nú, en það hefur ákveðin vonbrigði, það verður ekki dregi fjöður við það að ekki hafa fengið sterkari viðbrögð frá innan fjárveitingavaldinu, alþingismönnum, hingað til. Og við einfaldlega höldum áfram að þrýsta á að fá þann stuðning og þeir vinni sterkara fyrir okkur í þessu máli. Nú síðasta árið höfum við verið að vinna við í Borgarbyggð, lagt mikið kapp á að vinna úr þessari stöðu, kynna þessa stöðu og smá sem að þrýsta á að leyst verði úr þessum aðstæðum. Okkar næsta skref í því verkefni er því miður að vinna að lækkun á fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins. Það sannlega ekki metnaðarmál sveitarfélagsins að greiða lága fjárhagsaðstoð til þeirra sem að höllustum fæti standa
En við verðum að halda áfram að beita þeim ráðum sem við höfum til þess að leysa stöðuna og þrýsta á að staðan verði leyst. Nú í síðustu viku þá tók byggðarráð til umræðu tillögu um breytingu á kosningalögum sem hefur þann tilgang að mínu viti, þetta komið inn samráðsgátt stjórnvalda, hefur þann tilgang, opinber tilgangur í samræmi við reyndar stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að jafna vægi atkvæða, en í hugum flestra og í mínum huga þýðir þeim einfaldlega að fækka þingmönnum á landsbyggðinni og fjölga af höfuðborgarsvæðinu. Ég sé reyndar engan tilgang með þeirri tillögu og sveitarfélagið skilaði umsókn vegna þessarar tillögu og ég held reyndar að aðstaðan sé þannig núna að bara til þess að við vinnum ýmis þau framfaramál í svona verðmætasköpun þjóðarbúsins að þau verði unnin í sátt og samlyndi og í svona góðri sátt við íbúa á landsbyggðinni vegna þess að það fyrst og fremst á landsbyggðinni sem að þessi verðmætasköpun að verða til, ekki síst hér á landsbyggðinni, að þá sé mikilvægt að það sé ekki fækkað, að röddum landsbyggðarinnar sé ekki fækkað á Alþingi. Nú, það var orðið smá framgangur, mál sem hefur verið talsvert rætt og það hefur að gera með fjarskiptasamband í Hítardal og í kringum Grjótárvatn. Það hefur svona orðið dálítið framgangur í því máli og ástæða að nefna það. Það er mikilvægt að færa það verkefni úr í raun og þeim fasa að vera rökulega mikið hvar, heldur bara hvar staðsetningi verður og hvernig gerum við þetta, heldur að fá tillögu sem þá nokkuð konkrét sem felur í sér bæði bestu mögulegu staðsetningu og þá kostnaðaráætlun og við fengum minnisblað frá Neyðarlínunni það og ég held að við séum komið með tækið í hendurnar til þess að setja þetta mál í praktískan farveg og við höfum verið að leita samstarfs við ráðuneyti, samtök sveitarfélaga, fjarskiptafyrirtæki og fleiri að hrinda þessu máli í framkvæmd og hefur svo sem fengið bara nokkuð jákvæð viðbrögð við því erindi mínu. Það var fundur í liðinni viku á Varmalandi löngu tímabærar endurbætur á öflun vatns- úr Grábrókarveitu. Ég veit að þetta mál verður tekið fyrir hér á eftir þannig að ég ætla svo geta velið lengi við það en aðstæðurnar eru algjörlega óásættanlegar og sem hefur boðið allt og lengi hefur boðið upp á íbúum og gestum, atvinnufyrirtækjum hefur boðið upp á þarna og þetta er óásættanlegt, þetta er rætt á eftir. En ég vil bara nota tækifærið og þakka skipuleggjendum fyrir mjög góðan fund, þetta er afar góður fundur og takk fyrir hann. Nú, það var ánægjulegt að sjá að nýtt fjölbýli komið í sölu, það efst við Gölduskoti í Borgarnesi og vil bara óska öllum til hamingju með það, byggingaraðilum og íbúum og þetta veit á gott uppbyggingu í sveitarfélaginu og fjölgun íbúa og mér finnst þetta verið framboð íbúum sem að töluvert eftirspurn hefur verið eftir. En þannig ég er bara bjartsýnn á það. Mér langar svona ég nú að fer að ljúka máli mínu en rétt í lokin vil ég nefna verkefni sem að fer á stað nú í janúar og snýr að svona endurbótum, umbótum og þróun á svæðinu við sporð Borgarfjarðarbrúar við aðkomuna í Borgarnes. Þetta er verkefni sem að var aðeins sagt frá hér á fundi sveitarstjórnarinnar síðast. Við setjum þetta af stað núna í janúar, þá hófu til okkar fulltrúar fyrirtækja á þessu svæði og vinnum þetta í góðu samráði við fyrirtækin og ég er svolítið bjartsýnn á að við náum að gera góða hluti byggt á þessari vinnu nú í sumar. Nú að lokum þá vil ég bara óska þess að við í ársbyrjun að framundan sé gott og kærleiksríkt ár hjá öllum íbúum sveitarfélagsins og sveitarstjórnarfólki og árangursríkt fyrir ykkur og sveitarfélagið heild. En læt máli mínu lokið og hlakka til góðs og uppbyggilegs sveitarstjórnarfundar sem hér er framundan. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir það, Stefán Broddi, greina góða yfirferð. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 2 og sveitarstjórnarfulltrúi Bjarney Láradóttir Bjarnadóttir er mætt til fundarins, þannig að við erum fullmönnuð hérna. Mál númer 2 á dagskrá ber heitið stjórnsýslukæra, sameiningakosningar 2025, mál IRN 2509-0129 og málsnúmeru 2510-014 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 730. Þar segir í bókun framlagður úrskurður innviðaráðuneytis dagsettur 12. desember 2025 stjórnsýslukæru
lögmæti og framkvæmd íbúakosninga sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps, mál númer IRN 25090129. Úrskurður er framlagður en í úrskurðarorðum er hafnað kröfu kæranda Péturs Davíðssonar að íbúakosningar sameiningu Skorradalshrepps og Borgarbyggðar sem fram fóru dagana 5. til 20. september 2025 verði felldar úr gildi. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið, hann er ekki til samþykktar, aðeins til kynningar hér. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst það framlagt. Þá erum við komin að máli númer 3 á dagskrá sem ber heitið stjórnsýslukæra sameiningakosningar 2025, mál númer IRN 25090119 með málsnúmeru 251013 og það er sama skapi afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 730. Þar segir í bókun framlagður úrskurður innviðaráðuneytisins dagsettur 12. desember 2025 stjórnsýslukæru lögmæti og framkvæmd íbúakosninganna sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps, mál númer IRN 25090119. Úrskurður framlagður en í úrskurðarorðum er hafnað kröfu kæranda Péturs Davíðssonar og Óla Rúnars Ástþórssonar að íbúakosningar sameiningu Skorradalshrepps og Borgarbyggðar sem fram fóru dagana 5. til 20. september síðastliðinn verði felldar úr gildi. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst það framlagt hér. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 4 sem ber heitið Ugluklettur stækkun með málsnúmeru 2212-062 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 730. Þar er lagt fram minnisblað viðbótar hönnunarkostnað vegna leikskólans við Ugluklett en Ferill verkfræðistofa hefur sent tilboð í viðbótarhönnun í séruppdráttum fyrir eldri húsnæðishluta. Byggðarráð samþykkir að ganga að tilboði Ferills í gerð að séruppdráttar við eldra hluta Uglukletts samhliða vinnu við nýbyggingu. Í því felst verulegt hagræði í vinnu við nýbyggingu og endurbætur leikskólans. Afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar númer 731. Framlögð kostnaðaráætlun og drög að útboðsgögnum frá Nýhönnun og Ferill verkfræðistofu vegna nýbyggingar leikskólans Uglukletts. Til fundarins komu Hlynur Ólafsson, verkefnastjóri framkvæmda á skipulags- og umhverfissviði. Byggðarráð felur sveitarstjóra að fullvinna útboðsgögnin og leggur til við sveitarstjórn að láta fara fram útboð á viðbyggingu leikskólans við Ugluklett á grundvelli þeirra. Þetta var samþykkt samhljóða í byggðarráði og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun byggðarráðs að ganga að tilboði Ferills dagsettan 27. júní 2025 í gerð séruppdráttar við eldri hluta Uglukletts samhliða vinnu við nýbyggingu. Einnig staðfestir sveitarstjórn að fara skuli fram útboð á viðbyggingu leikskólans við Ugluklett á grundvelli gagna frá Nýhönnun og Ferli verkfræðistofu og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkominna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 5 sem ber heitið Lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga 2025 með málsnúmerið 2503-350 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 731. Þar segir í bókun í samræmi við afgreiðslu fundar 730 í byggðarráði frá 18. desember síðastliðinn er framlagður lánasamningur við Lánasjóð sveitarfélaga lántöku Borgarbyggðar hjá sjóðnum að fjárhæð 600 milljónir króna til 8 ára til fjármögnunar á endurbyggingu húsnæðis grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum. Byggðarráð samþykkir hér með framlagðan lánasamning vegna lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að útgreiðslu fjárhæð samtals 600 milljónir króna, með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar. Í samræmi við afgreiðslu fundar byggðarráðs númer 730 leggur byggðarráð til við sveitarstjórn að til tryggingar láninu höfuðstólsfjárhæðinni auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standi tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga.
er lánið tekið til að fjármagna og endurbyggingu grunnskóla sveitarfélagsins á Kleppjárnsreykjum. Í samræmi við afgreiðslu fundar 730 í byggðarráði þá hefur Stefán Brodda Guðjónsson í sveitarstjóra kennitala 230771 4649 verið veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Borgarbyggðar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga, samanber framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun lána. Afgreiðsla þessi verður lögð fram til staðfestingar á fundi sveitarstjórnar og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Stefán Broddi, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir þetta. Ég vildi bara rétt til áréttingar þá bara til upplýsingar svo það sé ljóst að með þessa lántöku ekki verið að taka nýtt lán til framkvæmda, heldur að verið að setja inn í lengri tíma lántöku, lán sem þegar hafði verið tekið, lán sem hafði verið framkvæmdalán vegna framkvæmda við grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum sem hér núna fært inn í langtíma fjármögnun. Og svo sem gaman að segja frá líka að þarna við erum að njóta þess að Lánasjóður sveitarfélaga hefur getað nú tekið lán reyndar hjá Norræna fjárfestingarbankanum og það svona mál sem að skipta í sveitarfélögin dálítið máli að fá erlenda aðila eins og Norræna fjárfestingarbankan til þess að lána Lánasjóð sveitarfélaga sem getur þá haldið áform og lánað sveitarfélögum í landinu fyrir ýmis þjóðþrifamál og uppbyggingarverkefni íbúum til heilla en lántakan í íslenskum krónum og það ekki þannig en bara árétta það að hér ekki að ræða nýja lántöku, heldur verið að festa í langtíma lántöku, framkvæmdalán sem þegar hafi verið tekið til uppbyggingar grunnskólans í GBF á Kleppjárnsreykjum. Takk. Takk kærlega fyrir það, Stefán, að gera betur grein fyrir þessu og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir hér með á fundi sínum að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 600 milljónir króna með lokagjalddaga þann 11. desember 2033 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Til tryggingar láninu þar með talið höfuðstól, vöxtum, dráttarvöxt og öðrum kostnaði samþykkir sveitarstjórnin að tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 nánar tiltekið útsvarstekjur og framlögur í jöfnunarsjóð sveitarfélaga verði veðsettar. Lánið tekið til að fjármagna endurbyggingu grunnskóla sveitarfélagsins á Kleppjárnsreykjum. Er að ræða verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga nr. 150 frá 2006 stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga. Jafnframt Stefáni Brodda Guðjónssoni sveitarstjóra kennitala 230771 4649 veitt fullt og ótakmarkað umboð að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd Borgarbyggðar sem og til að móttaka, undirrita, gefa út og öll skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökunni, þar á meðal beiðni útborgun láns. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 6 sem ber heitið Eigendanefnd Orkuveitunar með málsnúmerið 2512-102 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 730 og þar lögð fram endurskoðuð drög að erindisbréfi Eigendanefndar Orkuveitu Reykjavíkur. Gert ráð fyrir að Reykjavíkurborg tilnefni 4 aðila í nefndina en Akraneskaupstjóri og Borgarbyggð 2 hvort sveitarfélag. Byggðarráð tilnefnir Sigurð Guðmundsson og Davíð Sigurðsson sem fulltrúa Borgarbyggðar í Eigendanefnd Orkuveitunar. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn tilnefnir Sigurð Guðmundsson og Davíð Sigurðsson sveitarstjórnarfulltrúa sem fulltrúa Borgarbyggðar í Eigendanefnd Orkuveitunar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin að dagskrárlið númer 7 sem ber heitið Viðauki við fjárhagsáætlun Skorradalshrepps 2025 með málsnúmeri 2512-109 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 730. Viðauki við fjárhagsáætlun Skorradalshrepps 2025 lagður fram og byggðarráð staðfesti fyrir sitt leyti framlagðan viðauka. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið.
Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan viðauka við fjárhagsáætlun 2025 hjá Skorradalshreppi og bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 8. liður á dagskrá ber heiti fjárhagsáætlun Skorradalshrepps 2026 með málsnúmeri 2511/65 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 730. Fjárhagsáætlun Skorradalshrepps 2026 ásamt fjárheimildum áranna 2027 til 2029 lögð fram. Byggðarráð staðfesti fyrir sitt leyti fjárhagsáætlun Skorradalshrepps 2026 ásamt fjárheimildum áranna 2027 til 2029. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir fjárhagsáætlun Skorradalshrepps 2026 ásamt fjárheimildum áranna 2027 til 2029 og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 9 sem ber heitið tekjumörk vegna afsláttar af fasteignaskatti með málsnúmeri 2601/016 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 731 og þar lögð fram tillaga að tekjumörkum vegna afsláttar af fasteignaskatti elli- og örorkulífeyrisþega á árinu 2026. Tekjulágir elli- og örorkulífeyrisþegar sem eiga lögheimili í Borgarbyggð eiga rétt á afslætti af fasteignaskatti samkvæmt reglum og ákvörðun sveitarstjórnar hvert ár, samanber heimild í 5. grein laga 4 frá 1995 tekjustofna sveitarfélaga. Hjá hjónum og sambýlisfólki ræður aldur þess fyrr verður 67 ára. Afsláttur nær einungis til íbúðarhúsnæði sem viðkomandi býr sjálfur í. Afsláttur ræðst af tekjum undanfarandi árs. Afslátturinn reiknaður til bráðabirgða við álagningu út frá öllum skattskyldum tekjum einstaklings eða hjóna sambúðarfólks, þar með talið eigna- og fjármagnstekjum samkvæmt síðasta skattaframtali. En þegar staðfest skattaframtal liggur fyrir vegna tekna síðasta árs og afsláttur endurskoðaður og leiðréttur. Tekjumörk ákveðin af byggðarráði Borgarbyggðar í desember á hverju ári og eru nú fyrir einstaklinga tekjur árinu 2025 með tekjur allt að krónur 5.242.000 veittur 100% afsláttur. Með tekjur á bilinu 5.242.001 króna til 6.069.000 veittur 75% afsláttur. Með tekjur á bilinu 6.069.001 króna til 6.887.000 veittur 50% afsláttur. Fyrir hjón tekjur árinu 2025 með tekjur allt að krónur 8.668.000 veittur 100% afsláttur. Með tekjur á bilinu 8.668.001 króna til 9.692.000 veittur 75% afsláttur. Með tekjur á bilinu 9.692.001 króna til 10.830.000 veittur 50% afsláttur. Byggðarráð samþykkir að fyrirkomulag afsláttar af fasteignaskatti elli- og örorkulífeyrisþega í Borgarbyggð verði með óbreyttum hætti en hækkun verði 3,5% frá fyrra ári. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja þá bókun sem ég las upp hér áðan að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 10. lið á dagskrá sem ber heiti beiðni undirskriftasöfnun vegna aðalskipulags með málsnúmeri 2511/022. Það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 731. Framlögð önnur tilkynning frá samtökum Sólar til framtíðar til sveitarstjórnar Borgarbyggðar fyrirhugaða undirskriftasöfnun meðal íbúa Borgarbyggðar þar sem óskað verður almennrar atkvæðagreiðslu þá ákvörðun sveitarstjórnar að samþykkja endurskoðað aðalskipulag Borgarbyggðar 2025 til 2037, 11. desember 2025. Byggðarráð telur erindi vera efnislega samhljóða erindi sem sveitarstjórn hafnaði á fundi 11. desember 2025. Samtökunum Sól til framtíðar var í því svari leiðbeint málskotsleið til innviðaráðuneytisins.
Byggðarráð telur ekki vera til staðar skilyrði til endurupptöku fyrri ákvörðunar sveitarstjórnar. Þótt erindi sé sett fram með nokkuð öðrum hætti en fyrra erindi samtakanna hvorki það að ræða að fyrri ákvörðun hafi byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum málsatvik né hafi atvik breyst frá því að ákvörðun var tekin. Byggðarráð vill að þessu tilefni árétta að aðalskipulag Borgarbyggðar 2025 til 2037 var unnið í víðtæku samráði við íbúa sveitarfélagsins, aðra haghafa og stofnanir. Í ferlinu bárust fjölmargar umsagnir og ábendingar og var öllum umsögnum svarað í samræmi við þá málsmeðferð sem kveðið er á í skipulagslögum. Jafnframt áréttar Byggðarráð að við meðferð fyrra erindis Sólar til framtíðar hafi verið kappkostað að gæta leiðbeiningarskyldu af hálfu sveitarfélagsins. Byggðarráð vísar á bug aðdróttunum í erindinu að sveitarfélag hafi veitt rangar leiðbeiningar eða haft tilburði til að afvegaleiða umræðu um málið. Byggðarráð ítrekar það sem fram hefur komið í fyrri samskiptum aðila máls að íbúar geta farið fram á breytingar á samþykktu aðalskipulagi í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010. Á líftíma aðalskipulags eru iðulega teknar til afgreiðslu slíkar beiðnir. Með framangreindu rökum leggur Byggðarráð til að sveitarstjórn hafni erindi Sólar til framtíðar að safna undirskriftum í því skyni að fá aðalskipulag Borgarbyggðar 2025 til 2037 fellt úr gildi. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu Borgarbyggðar að hafna erindi Sólar til framtíðar að safna undirskriftum í því skyni að fá aðalskipulag Borgarbyggðar 2025 til 37 fellt úr gildi. Sveitarstjórn tekur undir með Byggðarráði erindi sé í grundvallaratriðum efnislega samhljóða erindi sem sveitarstjórn hafnaði á fundi 11. desember 2025. Samtökunum Sól til framtíðar var í því svari leiðbeint málskotsleið til innviðaráðuneytisins. Byggðarráð telur ekki vera til staðar skilyrði til endurupptöku fyrri ákvörðunar sveitarstjórnar. Þótt erindi sé sett fram með nokkuð öðrum hætti en fyrra erindi samtakanna hvorki það að ræða að fyrri ákvörðun hafi byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum málsatvik né hafi atvik breyst frá því að ákvörðun var tekin. Sveitarstjórn vill að þessu tilefni einnig árétta að aðalskipulag Borgarbyggðar 2025 til 37 var unnið í víðtæku samráði við íbúa sveitarfélagsins, aðra haghafa og stofnanir. Í ferlinu bárust fjölmargar umsagnir og ábendingar og var öllum umsögnum svarað í samræmi við þá málsmeðferð sem kveðið er á í skipulagslögum. Sveitarstjórn telur að við meðferð fyrra erindi Sólar til framtíðar hafi verið kappkostað að gæta leiðbeiningarskyldu af hálfu sveitarfélagsins, meðal annars með fundi Byggðarráðs með fulltrúum Sólar til framtíðar. Að sama skapi vísar sveitarstjórn á bug aðdróttunum í erindu að sveitarfélag hafi veitt rangar leiðbeiningar eða haft tilburði til að afvegaleiða umræður málið. Sveitarstjórn ítrekar einnig það sem fram hefur komið fyrir samskiptum aðila máls að íbúar geti farið fram á breytingar á samþykktu aðalskipulagi í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010. Á líftíma aðalskipulags eru iðulega teknar til afgreiðslu slíkar beiðnir. Eru fulltrúar Sólar til framtíðar hvattir til að nýta sér þá heimild og mun sveitarstjórn að sjálfsögðu taka slíkt erindi til efnismeðferðar samkvæmt viðeigandi ferlum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 11 sem ber heitið Húsnæðisáætlun 2026 með málsnúmeri 2510/053 og það afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs nr. 731. Þar eru framlögð drög að húsnæðisáætlun Borgarbyggðar 2026. Framlagt og sveitarstjóra falið að vinna áfram og leggja fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Ég ætla bara að brýna kjördæmafulltrúa sem og aðra að nú búið að leggja fram drög að þessari húsnæðisáætlun til fyrri umræðu hér að lesa hana vel yfir og sjá hvort að það sé ekki eitthvað sem menn vilja koma á framfæri eða breyta áður en við tökum hana til síðari umræðu hér eftir mánuð. Við munum fjalla þetta í Byggðarráði núna á milli funda. Fleira var það ekki. Takk.
Takk fyrir það, Davíð, og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið númer 11 og það er enginn sem kveður svo ljós. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir framlögð drög að húsnæðisáætlun Borgarbyggðar 2026 og felur sveitarstjóra að fullvinna áætlunina og vísa til síðari umræðu í sveitarstjórn. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. lið sem ber heitið Vatnsrennibraut við Sundlaug í Borgarnesi með málsnúmeri 2511-072 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 731. Þar eru framlögð útboðsgögn frá Eflu vegna endurnýjar á rennibrautum við Sundlauginni í Borgarnesi samanber afgreiðslu frá fundi byggðarráðs númer 272. Byggðarráð samþykkir að vísa til sveitarstjórnar að óska eftir tilboðum í endurnýjun vatnsrennibrautar í Sundlauginni í Borgarnesi á grundvelli framlagðra gagna. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn ákveður að óska skuli eftir tilboðum í endurnýjun vatnsrennibrauta í Sundlauginni í Borgarnesi á grundvelli framlagðra gagna frá Eflu. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 13 sem ber heitið Rammasamningar Borgarbyggðar með málsnúmeri 2401-006. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 731. Umræða rammasamninga ríkiskaupa sem eru að renna út og aðild og ávinning sveitarfélagsins. Þórunn Unnur Birgisdóttir, verkefnastjóri á fjármála- og stjórnsýslusviði, kom til fundarins undir þessum dagskrárlið. Lagður fram listi yfir þá rammasamninga sem Borgarbyggð er aðili að. Farið yfir þá 2 rammasamninga sem runnu út nú í lok síðasta árs og rædd staða opinna rammasamninga. Samþykkt að hætta þátttöku í rammasamningum Microsoft-leyfi og eldsneyti fyrir skip og flugvélar. Það gefnu tilefni. Við erum lítið í viðskiptum með eldsneyti fyrir skip og flugvélar, en forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir að hætta skuli þátttöku í rammasamningum Microsoft-leyfi og eldsneyti fyrir skip og flugvélar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárliði númer 14 sem ber heitið Húsnæði fyrir slökkvilið á Hvanneyri með málsnúmeri 2502-140 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 731. Þar er framlagður uppfærður leigusamningur milli Melabrautar byggingarfélags EHF og Borgarbyggðar vegna leigu á húsnæði fyrir slökkvilið Borgarbyggðar á Hvanneyri. Samanber afgreiðslu byggðarráðs númer 713. Breyting á samningi snýr eingöngu að skráningu matshluta en ekki öðrum efnisatriðum. Byggðarráð felur sveitarstjóra að fullvinna samning í takt við umræðu á fundi og leggja fyrir sveitarstjórn. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir uppfærðan samning milli Melabrautar byggingarfélags EHF og Borgarbyggðar dagsettan 20.12.2025 vegna leigu á húsnæði fyrir slökkvilið Borgarbyggðar á Hvanneyri. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 15 sem ber heitið Undanþágur verkfallsheimilda 2026 með málsnúmeri 2512-221 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 731 og það er lögð fram skrá yfir störf hjá Borgarbyggð sem sveitarfélagið telur að falli undir 5. til 8. tölulið 19. gr. laga númer 94/1986 kjarasamninga opinberra starfsmanna. Framlögð skrá yfir störf hjá Borgarbyggð sem undanþegin eru verkfallsheimild. Sveitarstjóra falið að leggja fyrir sveitarstjórn uppfærðan lista í samræmi við umræðu á fundi. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir skrá fyrir störf hjá Borgarbyggð sem eru undanþegin verkfallsheimild 2026 og felur sveitarstjóra að birta á. Við það fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið númer 16 sem ber heitið Fundargerðir stjórnar
Þá erum við komin að 16. lið sem ber heitið fundargerðir stjórnar sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepp með málsnúmeru 2512-169 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 731. Framlögð fundargerð fyrsta fundar stjórnar til undirbúnings að stofnun sameinaðs sveitarfélags Skorradalshrepps og Borgarbyggðar sem fram fór 19. desember 2025. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá er fundargerð fyrsta fundarstjórnar til undirbúnings að stofnun sameinaðs sveitarfélags Skorradalshrepp og Borgarbyggðar framlögð hér í sveitarstjórn. Við erum komin að 17. dagskrárlið sem ber heitið mál í samráðsgátt breyting á kosningalögum númer 112/2021 með málsnúmeru 2601/39 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 731. Til umsagnar er í samráðsgátt stjórnvalda áform lagasetningu jöfnun atkvæðavægis með breytingu í kosningalögum nr. 112/2021. Vísað til liðar nr. 22 í aðgerðalista ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur að breyting á kosningalögum væri til að auka jafnræði í atkvæðavægi og þingsætadreifingu. Byggðarráð Borgarbyggðar telur að áformuð lagasetning jöfnun atkvæðavægis hafi þann tilgang að fjölga þingmönnum höfuðborgarsvæðisins og suðvesturhornsins og fækka þingmönnum landsbyggðarkjördæma. Frá upphafi hefur á Alþingi Íslendinga verið fylgt því sjónarmiði að fulltrúalýðræði byggi ekki aðeins á fjölda atkvæða að baki hverjum fulltrúa heldur einnig að íbúar land allt eigi rödd á löggjafarsamkomunni. Á því sjónarmiði byggja einnig löggjafarsamkomur fjölda annarra lýðræðisríkja. Á Íslandi býr fámenn þjóð í stóru landi. Landið hefur sérstöðu því leyti hve þéttleiki byggðar á einu horni landsins er mikill miðað við aðra landshluta og þar hafa safnast saman stofnanir ríkisins. Sitjandi ríkisstjórn kennir sig við verðmætasköpun. Ríkisstjórnin hefur í orði sýnt því skilning að verðmætasköpun þjóðarbúsins á að mestu leyti uppruna sinn utan þéttbýlasta svæði landsins, svo sem í ferðaþjónustu, matvæla og orkuframleiðslu. Sú verðmætasköpun er forsenda lífskjara á Íslandi og skatttekna ríkissjóðs. Framundan er mikið verk að tryggja áframhaldandi verðmætasköpun í sátt við nærsamfélög land allt. Það skýtur því skökku við að sett séu í forgang að fækka röddum hinna dreifðu byggða á Alþingi Íslendinga. Þetta var samþykkt samhljóða í byggðarráði og forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn tekur undir bókun byggðarráðs og felur sveitarstjóra að birta í samráðsgátt í nafni sveitarstjórnar Borgarbyggðar. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 18. Það er gjaldskrá vatnsveitu Hraunhrepps 2026 með málsnúmeru 2601/065. Gjaldskrá vatnsveitu Hraunhrepps 2026 lögð fram. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir gjaldskrá vatnsveitu Hraunhrepps 2026 og felur sveitarstjóra að birta hana. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá ætlar ekki þessi dagskrárliður? Já. Forseti óska eftir fundar, það verið gert fundarhlé.
Já, við höldum áfram hér með dagskrá sveitarstjórnar og við erum komin á dagskrárliði númer 19 sem ber heitið uppgjör ársins 2025 hjá fjallskilanefnd Þveráréttar með málsnúmeri 25.12.172 og það er afgreiðsla frá fundi númer 76 í fjallskilanefnd Þveráréttar. Ákveðið var að hækka girðingagjald sem leggst á jarð- og fjáreigendur sem nemur afborgunum af lánum. Fjárhagsáætlun samþykkt. Afgreiðsla fundar númer 77 í fjallskilanefnd Þveráréttar, heildarkostnaður vegna girðingar, viðhald og kostnaður er 4.948.788 krónur. Ákveðið að ganga frá uppgjöri og standa við ákvörðuð fjallskil ásamt kostnaði vegna girðinga. Sent til staðfestingar í sveitarstjórn. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá biðji ég þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun. Sveitarstjórn staðfestir að ákvörðun fjallskilanefndar Þveráréttar að staðið verði við ákvörðuð fjallskil 2025 ásamt kostnaði vegna girðinga samtals að fjárhæð 4.948.788 krónur. Ég bið fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Einhverjir sem kunna að vera á móti. Og það eru, hvað sitja margir hjá? 3 sem sitja hjá. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 20 sem ber heitið óhreinindi í vatni úr Grábrókaveitu með málsnúmeri 26.01.089. Iðulega myndast grugg í vatni úr Grábrókaveitu. Það ástand hefur varað í áraraðir sem kemur niður á íbúum, gestum og atvinnurekstri. Forseti ætla hér að lesa upp bókun fyrir hönd sveitarstjórnar og í framhaldinu gefa orðalaust. Og bókunin er svohljóðandi. Frá því að Grábrókaveita var tekin í notkun fyrir 18 árum hafa ítrekað komið upp vandamál vegna óhreinindar í vatni sem hefur leitt til þess að dregið hefur verið úr notkun veitunar, meðal annars með því að hefja aftur vatnstöku á Selerey fyrir Borgarnes. Veitum hefur á þessum 18 árum ekki tekist að gera lagfæringar á vatnstöku veitunar sem tryggja ásættanlegt gæði vatns úr tengipunktum á leið veitunar. Borgarbyggð sem einn notandi Grábrókaveitu hefur verið í reglulegu sambandi við veitur gæði vatns á Varmalandi án árangurs og hefur samþykkt að hefja skoðun á möguleikum á nýjum vatnstökustöðum í nágrenni Varmalands vegna getuleysis veitna við að útvega ásættanlegt vatn. Sveitarstjórn Borgarbyggðar skorar á veitur að leysa úr vandamálum sem tengjast vatnsöfnun Grábrókaveitunar þannig að Borgarbyggð og aðrir notendur geti nýtt vatn úr Grábrókaveitu til framtíðar í stað þess að hefja vatnstöku sjálf. Staðan í dag er því miður þannig að ekki verður lengur unað við hana. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Ég fór á umræddan fund notenda Grábrókaveitu ásamt okkur þó nokkrum hérna úr sveitarstjórn þar sem við sátum og hlustuðum á reynslusögur sem ekki fallegar af þessu vatni á þessu svæði en eins og fram kemur í bókuninni þá erum við nú þegar búin að samþykkja það að skoða aðrar leiðir fyrir vatnsveitu Varmaland sem er tengd inn á Grábrókaveitu og ég ítreka það og legg til að við höldum af fullum krafti áfram þeirri undirbúningsvinnu þrátt fyrir það að veitur hafi nú gefið út að þeir séu að vinna að betrum bótum og mögulega nýjum vatnstökusvæðum að þá held ég að þá óska ég þeim bara alls besta í því og vonandi tekst þeim það að koma í veg fyrir þetta en ég legg til að við höldum áfram fullum fetum að reyna að tryggja þá allavega fyrir vatnsveitu Varmalands. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir gestir.
Ég var eins og Davíð á íbúafundunum á Varmalandi ásamt nokkrum öðrum og þetta voru ekkert skemmtilegar sögur. Ég var nú eiginlega að játa það. Ég gerði mér ekki alveg grein fyrir að þetta væri svona eins slæmt eins og kom fram þar, þannig að það var nú gott að mæta. En ég held að það sé eitt af aðgerðum sem við þurfum að gera, það er að keyra áfram það að leita að nýjum vatnstökustað fyrir okkur. En það að við leysum það bara fyrir Varmalanda, það leysir ekki úr Munanesi og Sveignaskarði, þannig að það væri nú bara vonandi að það væri óskandi ef að Veitur gætu drifið í því að leysa úr þessu, en ég held að ég styð það að við höldum fullu gasi að leysa úr okkar málum í sambandi við Varmaland. Þannig að ég held að við höfum ekki verið með neitt bilbú á því og það eykur bara þrýstingin á að þetta verði lagað sem fyrst. Takk. Takk fyrir það, Sigurður. Orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Sigrún Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég var eins og kollegar mínir hér sem hafa komið upp á þessum fundi og hafa nú heyrt mikið þetta rætt og velt vöngum yfir þessu vandamáli, en ég gerði mér engan veginn grein fyrir því hversu alvarlegt vandamálið og eftir að hafa svona kannski mest fylgst með vatnsmálunum á Varmalandi sem svona ekki hafa verið í lagi, að þá var þetta þörf áminning og þegar að fundarboðendur komu einmitt með bara vatnsstallana til þess að sýna okkur hvernig þetta leit út, að það var bara virkilega sláandi og ég hvet bara eindregið til þess að við bara sameinumst það, hvort sem það er sveitarfélagið og Veitur náttúrulega sem eru með Grábrókarveituna að finna lausn á þessu, því þetta er engan veginn boðlegt og eins og Sigurður einmitt nefndi áðan að þetta er náttúrulega ekki bara Varmaland, þetta eru stórar sumarhúsabyggðir og bara mikill atvinnurekstur undir líka, þó maður sé ekki gera lítið úr því sem þáttur íbúa með þetta en þá er þetta bara stórkostlega fjárhagslegir hagsmunir þarna undir og ég óska þess bara innilega að Veitur vinni hratt og örugglega í þessu og finni lausn á þessu, en við þurfum að leggjast á eitt öll saman að það finnist lausn á þessu til að þessi mál sé ekki í þessum farvegi sem sannarlega komu svo skýrt fram á þessum fundi. Takk. Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir. Orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Stefán Broddi Guðjónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bara tek undir orðum mjög góðan fund og mjög upplýsandi fund og kannski bara til þess að bæta við að við höfum verið að þrýsta mjög mikið á Veitur að veita okkur, það er allar nauðsynlegar upplýsingar sem að Veitur búa yfir til þess að við auðvelda okkur og greiða leið í okkar vinnu við og þess ráðgjafa sem er ráðum í verkið að það er að vinna vel að endurnýjun og eftir atvikum hvort það leiði þá til þess að ráðast í að fundu verið nýtt vatnstökusvæði en bara núna í morgun barst þá minnisblað frá Veitum og þá frekar upplýsingar frá Veitum, þannig að þetta er svo sannlega búið að vinna þannig að held að fundurinn og þessi umræða hafi stuðlað því að þrýsta á Veitur og við höfum svo sem sé líka í fjölmiðlum að önnur viðbrögð Veitna, þannig að ég bara þakka fyrir góðan fund og hann hefur leitt til þess að það hefur verið ýtt við Veitum og ég vona að það verði bara mikið framhald á og greiði leið í okkar vinnu fram undan. Takk. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið óhreinindi í vatni Grábrókarveitu. Það er ekki fleiri sem kveða svo hljóðs og þá biðja það fulltrúa sem samþykkist þá bókun sem var lesin hér í upphafi af þessum dagskrárlið að gefa merki. Og það er samhljóða. Þá erum við búin að fara yfir þá liði sem krefja staðfestingar í sveitarstjórn á þessum fundi og erum komin í fundagerðir og það er fyrst fundagerð frá fundi byggðarráðs nr. 730. Við erum þegar búin að fara yfir nokkra liði þar hér og samþykkja. En forseti gefur orðið laust þessa fundagerð.
Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Sigurður, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég ætla að koma með hljóðsundir lið 21.181. Er ekki með þetta rétt? Og mér langar bara að forvitnast hvort það hafi orðið eitthvað meira. Já, 21.1, já. Umræðan stöðu leiðar 80. Já, hvort það hafi sé eitthvað að frétta af því máli. Það er svolítið langt síðan að við konar heil jól og eitthvað svona fellt yfir. Mér langar að vita hvort það væri eitthvað nýtt að frétta af því. Takk fyrir það, Sigurður. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Eða Telma var ég, nei. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn og áheyrendur, ég bara tek undir með Sigurði og þetta er góð spurning. Ég held að þetta sé einmitt eitt af þeim málum sem að við í sveitarstjórn sem erum að fara að hitta þingmenn kjördæmisins núna á föstudaginn eigum að taka upp á þeim fundi. Takk. Takk fyrir það. Telma Dögg Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Mig langar að kveða með hljóðsundir lið 21.6 og spyrja varðandi siglingamerki í Borgarfirði og innsiglingu í Borgarneshöfn hvort að eitthvað fleira hafi frést þetta mál þar sem að það stóð til að gagnrýna þessa ákvörðun eða þessa tillögu sem að Faxaflóahafnir hefur lagt fram. Takk fyrir það, Telma Dögg Harðardóttir, og orðið er ennþá laust. Undir þessum lið, Stefán Broddi, gjörðu svo vel. Já, forseti, fyrir það fyrsta varðandi leið 81, þá kannski að síðasta sem að gerist af frá hálfu sveitarfélagsins var að við stóðum sameiginlega að bréfi til þingmanna Vegagerðarinnar og viðkomandi ráðuneytis, þar sem að nokkuð sameiginlega með Menntaskóla Borgarfjarðar og samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi og Borgarbyggð, þar sem að mér fannst vera stöðunni var lýst bara vel og vakin athygli á að þetta er ekki viðunandi niðurstaða og þrýst á að breytingar verði. Ég hef ekki fengið sveitarfélaginu ekki borið sérstök viðbrögð Vegagerðarinnar við því, en tek undir að þetta er mál sem að þarf að ræða með þingmönnum og bara eins og mörg önnur mál sem varða fjárveitingavaldið að fara fram á að þeir beiti þrýstingi til þess að ná lendingu í þessu máli. Ég hef svo átt samtöl við þingmenn þetta mál og það nú eins og með þeim var á samtöl við þingmenn þá skilja málið ákaflega vel og heita stuðningi og svona, en þetta er svolítið erfitt en þegar það kemur að því að opna veskið og þeir nái árangri í að þrýsta á ráðherra í málaflokknum, þá þarf bara einfaldlega að halda áfram að vinna. Ég held að við höfum alveg vakið athygli á þessu máli, það er svona það sem við erum að gera. Þannig að við erum bara opin til samtals og opin til þess að vinna þessu máli framgang og það allavega sem við höfum gert. Ég held við höfum allavega upplýst stöðuna og lýst sjónarmiðum og því sem helstu máli skiptir fyrir íbúa og aðra þá sem máli varðar. Þannig að málið er, ef ekki að segja hvað mig varðar, er þetta mál vonandi, ég þarf allavega því að langt í frá lokið. Og það er bara í farvegi. Og ég held að öll sem eru hér inni við lítum nákvæmlega þannig á málið. Þá varðandi siglingamerkin og þau skilaboð sem komu frá Faxaflóahöfnum sem unnin voru af þeim sem heldur utan að vita málin, ég man ekki hvert starfsheiti viðkomandi aðila var hjá Faxaflóahöfnum, það sem eru nú lýst var því sjónarmiði Faxaflóahafna að skoða það að leggja niður þetta siglingamerki og fleira varðar siglingaleiðina að
borgarins Höfn og við sjáum, ég held að ekkert okkur sem hér situr inni, við sjáum ekkert fyrir okkur að leggja niður þann möguleika að hægt sé að leggja stað að landi við höfnina í Borgarnesi þó að við gerum ekki ráð fyrir stórskipasiglingum og í öllum þeim hugmyndum sem við höfum með þróun Brákareyjar að hafnarstaðan nýtist fyrir hvort sem fyrir smábáta, skemmtibáta eða hvað hún einhvers konar afþreyingu þó að vera ekki annað. En við eins og bókað var þá hefur óskað eftir nánar útskýringum og samtali við Faxaflóa og Hafnir þetta erindi, fyrst og fremst til svona upplýsingaöflunar og það hefur bara verið tekið vel í það erindi og ég geri ráð fyrir að það verði fundur með Faxaflóa og Höfnum fljótlega og fólk sem hér situr inni verði boðað á þann fund. Þannig er staðan málanna og takk fyrir þetta og vonandi hefur þetta veitt einhverjar upplýsingar. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Orðið ennþá laust fundargerð byggðarráðs. Sigrún Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég kveð mér hljóðs undir liðnum 21.7, erindi til fjarskiptafyrirtækja bætt samband í vestanverðri Borgarbyggð. Undir þessu minnisblað sem inniheldur vangaveltur mögulega lausnir á þessu máli. Ég veit að sveitarstjóri hefur verið í sambandi í framhaldi af þessari bókun til þess að finna lausn á þessu máli. Það hafa komið upp nýjar hugmyndir og annað slíkt. En ég vil bara hvetja til þess að þetta mál verði unnið hratt og örugglega og þær lausnir sem eru vonandi handan við hornið þeim verði komið í gagnið sem allra fyrst og að við nýtum bara tímann núna til þess að koma þessu vel á koppinn því að það er betra að hafa þetta en vanta. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir. Og orðið ennþá laust fundargerð byggðarráðs, fundur númer 730. Það Eðvarð Ólafur, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsfólk og aðrir áheyrendur. Langar bara að taka aðeins til máls undir 21.6, sama mál og Telma var að spyrja að þið finnst það svolítið misvísandi í þessu minnisblaði. Ég skil að hafnamerkið sem fast í landi við Borgarneshöfn sé misvísandi út af sandburði en hingað til hef ég allavega séð að þeir vitar sem við erum að sigla eftir þegar við siglum hérna út séu í lagi og mér finnst bara mjög mikilvægt að við leggjum smá áherslu á að það verði þá bara fundin lausn á þessu því að þó þetta kannski sé ekki margir bátar í samanburði við stærstu hafnir landsins þá þetta engu að síður í notkun og það má ekki gleyma því að það bara töluverður fjöldi mann sem notar þetta og það lítur þá að vera hægt að finna einhverja lausn á því með nútíma tækni að það sé til siglingaleið inn í Borgarneshöfn. Þannig að ég bara ætla að leggja áherslu á það bara mjög mikilvægt. Tökum undir það. Orðið ennþá laust. Stefán Broddi, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir þetta. Ég bara tek heils hugar undir með þeim tveimur sveitarstjórnarfulltrúum sem ég hér töluðu áðan og kannski fer að fyrsta bara aðalins að renna yfir þá þróun sem hefur orðið síðan að minnisblaðið kom frá neyðarlínunni og í framhaldi þá af afgreiðslu byggðarráðs á því máli þá hefur verið sveitafélagið hefur haft samband við þá aðalar sem þarna eru nefndir til og eru þá líklegir samstarfsaðilar þetta verkefni og mér fannst ég bara að fá nokkuð jákvæð viðbrögð sérstaklega til þess að byrja með frá innviðaráðuneytinu og sömuleiðis frá samtökum sveitarfélaga, frá ljósleiðarunum okkar, frá fjarskiptafélögum og mér finnst þarna við sömuleiðis við ásamt í raun og veru landeigendum á svæðinu eða landeiganda á svæðinu, þá hefur við átt frekara samtal við neyðarlínuna og svona aðeins staðsetningu og mér finnst þær pælingar breytingu ekki fela í sér neina svona eðlisbreytingu á hugmyndinni
þannig að það sé bara unnið út frá henni og sem ætti þá þýða svona einhvern sambærilegan kostnað sem að þarna er lagtur upp með í minnisblaðinu. Þannig að ég held að þær hugmyndir breyti ekki neitt eðli málsins. Þannig að við bara vinnum út frá því og óskum eftir og mér finnst þetta skipta máli að við erum komið með eitthvað sem var kannski einhver leyti svona umræða sem var ekki alveg föst í hendi. Hvað viljum við nákvæmlega gera, hvernig og hvað kostar það? Nú erum við núna að festa það í hendi og vonandi getum bara unnið eftir því og fáum þá niðurstöðu sem er ásættanleg, en auðvitað er landið þarna sem við ætlum að ná sambandi inn, við ætlum að ná inn eftir og helst myndum við vilja ná í kringum Hítarvatn og við myndum vilja ná inn að Grjótárvatn alveg í hringinn í kringum það, en þetta er auðvitað pínu flókimál, en það er bara verkefni og viðfangsefni, en sjáum vonandi getum við lent einhvern veginn bestu niðurstöðu þannig að fólk sé í viðunandi sambandi, en ég held sér óraunhæft að gera ráð fyrir að það verði fullt og gott samband alls staðar þarna, en við leggjum upp með það allavega að þetta verði betra og þetta sé ásættanlegt. Þá næsta, varðandi siglingamerkin, tek heils hugar undir það sem þarna var sagt, en við erum að bíða eftir viðbrögðum og samtali og upplýsingum, bara betri upplýsingum, hvað við átt í þessu minnisblaði og hvernig hægt er að bregðast við frá Faxaflóa og Höfnum. Þetta er félag sem við eigum hlut í og er okkar þjónustaðili. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir þessar upplýsingar, Stefán Broddi. Orðið er ennþá laust þessa fundagerð byggðarráðs 730. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að fundagerð frá fundi byggðarráðs nr. 731 og forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá ætlar forseti að biðja varaforseta að taka hér yfir fundarstjórn. Gjörðu svo vel, Eva Margrét. Við erum þá komin að dagskrálið númer 23. Það er fundagerð velferðarnefndar Borgarbyggðar, númer 166. Svo er næsti liður númer 24, velferðarnefnd Borgarbyggðar, fundagerð númer 167. Og ég ætla að biðja formann nefndarinnar, Guðveigu Eyglóardóttur, að koma og fara yfir báðar fundagerðirnar í einu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Eva Margrét. Það er mér ljúft og skylt. Ég ætla þá að byrja fundagerð frá fundi númer 166 og finnst reyndar eins og sé alveg ofboðslega langt síðan, en þessi fundur var haldinn 9. desember. Það var fyrsta dagskrá trúnaðarbók, en eins og fram hefur komið er óheimilt að birta afgreiðslu nefndarinnar og þær eru með formlegum hætti skráðar í trúnaðarbók. Annar liður á dagskrá hjá okkur var samræmd móttaka flóttafólks, eða liður sem fjallaði það, og þar var verið að ræða viðauka þjónustusamning um móttöku flóttafólks og það mál var til afgreiðslu á fundi sveitarstjórnar 12. desember síðastliðinn. Þannig að ég ætla svo sem ekki að fara meira yfir það. Þriðji liður á dagskrá, skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni. Þar var verið að kynna fyrir nefndinni sem ég hef áður rætt hér, skammtímadvöl í Holti, í húsnæði Þroskahjálpar á Vesturlandi, og það hefur þegar verið skrifuð undir viljayfirlýsing á milli Þroskahjálpar og sveitarfélaga á Vesturlandi varðandi nýtingu á því húsnæði. Fjórði dagskrárliður, félagslegt leiguhúsnæði. Það var lagt fyrir nefndina minnisblað frá síðasta fundi byggðarráðs næstu skref verður eignarhald og rekstur félagslegs leiguhúsnæðis, og það er í rauninni samþykkt þá tillögu í framhaldi af minnisblaði að stefna að því að það er stefnt að sölu hluta þess félagslegs leiguhúsnæði sem er í eigu sveitarfélagsins, en samhliða sölunni verði tryggt að
sveitarfélagi sé með leiguhúsnæði fyrir skjólstæðinga í samstarfi við húsnæðissjálfseignarstofnanir. Og í rauninni má segja að þessari vinnu sé bara áfram haldið, en hér er í rauninni komið svona kannski svolítið rammi og stefna fyrir starfsmenn sveitarfélags sem starfa á þessu sviði til þess að vinna eftir og fylgja þessu eftir, og sjálfsögðu er þetta eitthvað sem mun gerast svona með tíð og tíma, en hér er komin svona kannski svona leið sem er verið að varða áfram fyrir okkur og félagsþjónustu Borgarbyggðar varðandi ráðstöfun á húsnæði, félagslegu húsnæði. Þetta var síðasti liðurinn á dagskrá á þessum fundi, númer 166. Fundur númer 167 var haldinn núna í byrjun árs eða 6. janúar síðastliðinn, og þar var fyrst á dagskrá trúnaðarbók. Svona til upplýsinga þá hafa þær upphæðir sem eru greiddar út mánaðarlega, þær hafa lækkað lítillega á milli mánaða, en eru samt sem áður með töluvert hærri heldur en við eigum að venjast hér í þessu sveitarfélagi. Þá komum við í rauninni að lið númer 2 sem ber heiti reglur fjárhagsaðstoð, en velferðarnefnd hefði óskað eftir því við félagsmálastjóra að kynna nýja tillögur að breyttri grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar. Og það er þannig í dag að Borgarbyggð hefur skorið sig að miklu leyti frá öðrum sveitarfélögum, þar sem að sú grunnfjárhæð sem við greiðum er töluvert hærri heldur en í öðrum sveitarfélögum, og í rauninni nánar tiltekið að þá er Borgarbyggð og hefur verið að greiða næst hæstu fjárhagsaðstoð í grunnfjárhæð á landinu. Það umhverfi okkar hefur mikið breyst hér í Borgarbyggð, og miðað við þær breytingar sem hafa orðið af fjárhagsaðstoð og þær forsendur, þá taldi nefndin nauðsynlegt að bregðast við þessari stöðu, og það má eiginlega segja að við séum kannski komin úr því að vera að greiða innan við 10 manns á mánuði fjárhagsaðstoð, sem er svona eðlilegt í það að vera að greiða síðustu misserin eða 2 ár eða svo, á 100 manns, og við erum í rauninni kannski að greiða hóp fólk sem er ekki sniðinn í kringum þetta fjárhagsaðstoðarkerfi sem við erum með. Og nefndin lagði því til að grunnfjárhæð lækki og taki mið meira af öðrum sveitarfélögum sem eru í sambærileg Borgarbyggðar, líkt og kemur fram í minnisblaði, og nefndin vísaði þessari ákvörðun og þessu erindi til frekari útfærslu í byggðarráði. En það er auðvitað aldrei eitthvað skemmtilegt verkefni að fara í það að lækka grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar, en við teljum okkur vera búin að reyna að bregðast við svona í að minnsta kosti rúmlega ár hvað við getum til þess að bregðast við því ástandi. Það er kannski svo sem ekkert launungamál, þetta tengist náttúrulega bara þeim hóp fólk sem kom hér frá Úkraínu upp á Bifröst. Við höfum reynt að gera ýmislegt til að bregðast við því að koma því fólk í virkni og annað. Við stöndum bara í rauninni núna frammi fyrir því að við þurfum að skoða þessa grunnfjárhæð hjá okkur og bera hana saman við önnur sveitarfélög með hvernig staðan er í dag. Og ég segi þá að ég held að það sé ekkert óeðlilegt að þegar við erum komin á sama stað aftur og við vorum, sem er svona eðlilegt að vera kannski með 5-10 greiðslur á mánuði, að við séum þá að skoða að hækka þetta aftur, en við erum má segja svolítið knúin til þess að stíga þetta skref. En það var ekki fleira gert á þessum fundi og ég svara fús fyrirspurnum. Takk. Takk fyrir þetta. Ég ætla þá að gefa orði laust fundargerð velferðarnefndar númer 166. Er einhver sem vill kveðja sér hljóðs? Svo er ekki, þá telst hún framlögð og
Ég gef orðið laust fundargerð velferðarnefndar númer 167. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð og ég bið þá forseta að taka aftur fundarstjórn. Takk fyrir það, Eva Margrét. Við höldum þá áfram með dagskrá. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 25 sem er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nr. 82 og ég bið formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að koma hér upp og fara yfir. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að fara hér yfir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar á fyrsta fundi ársins en hann var óvenju stuttur að þessu í þetta sinn og aldrei þessu vant var ekkert mál sem að koma þessum fundi beint inn til sveitarstjórnar. En fyrsta mál á dagskrá var umsókn deiliskipulag og það var lögð fram lýsing að deiliskipulagi fyrir Sveinukot sem deiliskipulagssvæðið er fyrir lóðina Sveinukot sem stofnuð er úr landareigninni Samtún og er 4,8 hektarar að stærð. Í endurskoðuðu aðalskipulagi Borgarbyggðar 2025 til 2037 er landnotkun lóðarinnar breytt úr landbúnaðarlandi í verslun og þjónustu. Fyrirhugað er að byggja upp lágstemmda gistiþjónustu með 19 smáhýsum auk sameiginlegrar baðaðstöðu, alls 610 fermetrar. Aðkoma að svæðinu verður við núverandi vegslóða inn á túnið frá Reykdalavegi nr. 517. Hönnuður er á lista Skipulagsstofnunarinnar samþykktar ráðgjafa. Skipulags- og byggingarnefnd sem fer með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar samþykkti lýsingu til auglýsingar fyrir Sveinukot. Annar liður á dagskrá, það eru mýrar á Kleppjárnsreykjum. Það var lögð inn umsókn byggingarleyfi þar sem íbúðarhús eða mýrum er breytt í gistiheimili. Húsið hefur verið endurgert og því breytt í gistihús með 8 herbergjum. Herbergin hafa hvert sig eigin inngang og snyrtingu. Auk þess eru 2 snyrtingar og 2 sturturými til afnota fyrir gesti tjaldsvæðis og geymsla sem nýtist eiganda. Ekkert deiliskipulag er á svæðinu. Þetta er mál sem var vísað til nefndarinnar frá byggingarfulltrúa. Skipulags- og byggingarnefnd sem fer með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar samkvæmt samþykktum stjórn Borgarbyggðar bent á að samkvæmt gildandi aðalskipulagi og endurskoðuðu aðalskipulagi sem nú er í ferli er skilyrt að ef reka á gistingu á landbúnaðarlandi þarf að vera föst búseta á jörðinni. Nefndin vísaði í fyrri bókun nefndarinnar frá fundi nr. 80 þann 7. nóvember 2025 er varðar skipulag og landnotkun svæðisins. Nefndin fól skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa að svara erindinu. Svo var þriðji liður Háhóll Hafdísarlundur. Þar var umsókn byggingaráform og byggingarleyfi sem var jafnframt vísað frá byggingarfulltrúa til nefndarinnar. Það var lögð inn umsókn byggingarleyfi fyrir 120 fermetra einbýlishúsi ásamt 60 fermetra bílageymslu á lóðinni Háhóll Hafdísarlundur. En að ræða íbúðarhús og bílageymslu byggt úr timbri. Lóðin er 18 hektarar og landnotkunin skilgreind sem landbúnaðarland í flokki 3 í endurskoðuðu aðalskipulagi Borgarbyggðar. Ekkert deiliskipulag á svæðinu. Skipulags- og byggingarnefnd sem fer með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar samkvæmt samþykktum stjórn Borgarbyggðar fól skipulagsfulltrúa að grenndarkynna byggingaráformin og afla umsagna lögbundinna umsagnaraðila. Fjórði liður það var Hamar, umsókn framkvæmdaleyfi. Þetta var mál sem hafði verið tekið fyrir áður af afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa en skipulagsfulltrúi var búinn að láta grenndarkynna þetta framkvæmdaleyfi og grenndarkynnt var fyrir nágrönnum og öðrum sem hagsmuna eiga að gæta. Athugasemdir bárust frá 2 aðilum á kynningartíma en búið var að bregðast við þeim athugasemdum og gera breytingar í samræmi við þær og skipulags- og byggingarnefnd fól skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfið. 5. liður það er Syðstufossar. Þetta er mál sem hefur verið tekið fyrir áður en nú eru komin ný gögn þar sem samþykkt hafi verið að grenndarkynna að nýju framkvæmdaleyfi vegna vegagerðar í landi Syðstufossa 2.
Nefndin samþykkti meðfylgjandi gögn til grenndarkynningar. Svo var lögð fram 2 afgreiðslu fundargerðir skipulagsfulltrúa og 1 afgreiðslu fundargerð byggingarfulltrúa. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Davíð. Og forseti gefur orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 82. Það engin sem kveður svo hljós og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin á dagskrárlið nr. 26 sem fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 84. Ég bið formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að fara hér yfir þessa fundargerð. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Þá komið að yfirferðinni á fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 84. Við vorum á þessum fundi með óvenju fá mál á dagskrá, eða einungis 2. Fyrst á dagskrá var lögð fram drög að áætluðum veiðikvóta og samningu við veiðimenn, farið gaumgæfilega yfir það. Þetta mál sem árlega tekið og lagst yfir og gefið sér góðan tíma til þess að ræða Umhverfis- og landbúnaðarnefnd samþykkti drögin sem fyrir lágu og leggur til að kvóti fyrir ref verði aukinn í 456 dýr sem þá aukning 72 dýr frá fyrra ári. En minkakvóti verði óbreyttur eða 175 dýr. Við erum að gera samninga 12 svæði og starfsmanni nefndarinnar var falið að ganga í það að gera þessa samninga. Það komin tímabil vetrarveiði þannig að það margir farnir að hugsa sér til hreyfings og ef maður flettir fésbókinni hjá þeim okkar mönnum í þessum geira þá sér maður að árangurinn hefur ekki látið á sér standa. Þannig að það örugglega kærkomið að það hefur náðst að auka og gefa þarna smávegis í. Það kemur upp árlega umræða það líka varðandi það að virkja veiðifélögin á svæðinu, varðandi minkaveiði og annað slíkt, að virkja þau til samstarfs við okkur sem væri mjög til bóta því að sum þessara veiðifélaga eru með sérsamninga sem þau bara sjá sjálf. En það skiptir miklu máli að við náum að skrá öll dýr sem veiðast í sveitarfélaginu þá til þess að Umhverfisstofnun hafi í raun og veru góða yfirsýn ástand stofna og þess háttar. En það örugglega flestir búnir að ganga frá þessum samningum eða bara innan seilingar, þannig að það allt saman í þeim farvegi sem við óskuðum og þetta var eins og ég segi, gagnlegar umræður og vangaveltur rætt frá allt að því heilsufari refa þar sem hefur komið upp vangaveltur aðeins varðandi fuglaflensu í stofninum en það virðist vera misjafnt eftir svæðum og kannski ekki mjög á mörgum stöðum sýnilegt hér á þessu svæði. Annað mál á dagskrá var innkoma í Borgarnes en þá voru lögð fram drög að kynningu á verkefninu sem stóð til eða stendur til núna allra næstu vikum að funda með fyrirtækjum á svæðinu sem þetta mál snertir. En þetta fjallar það að reyna að gera aðkomuna hér þegar það komið yfir brúna og hér inn í bæinn en þá meira aðlaðandi og reyna auka samtakamátt fyrirtækja og sveitarfélagsins í því að þetta sé þannig að þetta bjóði fólk sannarlega velkomið og gefa okkur glugga inn í sveitarfélagið þegar fólk heimsækjar okkur úr þessar átt. Og miðað við viðtökur sem ég hef allavega heyrt af að þá er fólk bara spennt fyrir þessari samvinnu og ég vænti þess að fljótlega komist eitthvað á skrið varðandi þetta mál áfram. Eins og áður sagði þá voru bara 2 mál á dagskrá þessara fundar. Það var samt alveg þokkalega langur og miklar umræður teknar sem stundum gott að hafa bara ráðrúm til, sé ekki of þétt dagskrá. En þetta þá allavega komið hér að sinni. Takk. Takk fyrir það, Sigrún. Og orðið laust fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 84. Það engin sem kveður svo hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá það síðasti dagskrárliður, þá
þessum fundi í dag, nr. 27, og það er fundargerð fjallskilanefndar þveraréttar frá fundi nr. 77. Og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá er dagskrá tæmd hér hjá okkur í dag. Ég þakka sveitarstjórnarfulltrúum fyrir fundinn og góðar umræður, starfsmönnum fundarins fyrir undirbúning og sín störf og tæknimanninum Knáa jafnframt og segi þessum fundi slitið.